Jæja, heyrðu, þá þetta byrjað, streymið byrjað og klukkan akkúrat 12. Þannig ég held við ættum að bara byrja. Og okkur ekkert að vanbúnaði. Ég með hálftíma langa kynningu og Guðmundur með 2 tíma langa fyrirlestur. Þannig að þetta verður bara ánægjuleg stund hérna hjá okkur. Gaman að sjá okkur, verið hjartalega velkomin á þessa hádegisfyrirlestararöð í Þjóðminjasafninu. Og gestur dagsins Guðmundur Stefán Sigurðarson, minjavörður Norðurlands vestra. Og hann ætlar að, hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að tala skóga í Fnjóskadal, rannsókn þar, sem að breytti lífi hans og okkar til frambúðar. Og án þessar rannsóknar þá hefði sýningin úr mýri í málm varla verið fugnifiskur. Þannig að við erum ansi glöð og ánægð með þetta allt saman. En ég ætlaði að hafa töluvert langa kynningu, en eftir að Guðmundur sagði hvað fyrirlesturinn var svo langur, þá ætlaði ég bara að segja þetta gott og biðja Guðmund að koma. Kæra þakki fyrir þetta, Ármann. Og ég þakka kærlega fyrir að hafa fengið þetta boð að koma hingað og ræða þessa rannsókn. Hún nú orðin nokkur ára gömul, fór fram 2011 og 12 rannsóknin á sjálfum Rauðablástusminjunum. Og kannski rétt að byrja á að setja upp glærurnar. Já, eins og mann sagði, þá ég núna starfandi minjavörður á Norðurlandi vestra og Minjastofnun Íslands, en var áður starfsmaður Byggðasafns Skagfirðinga á fornleifadeildinni þar til margra ára og var svo lánsamur að fá tækifæri til þess að taka þátt og stjórna þessar rannsókn þarna á Rauðablástusminjunum á Skógum. En eins og manni nefndi þá þetta mjög mikilvægur staður í sögu Rauðablástusrannsókna á Íslandi. Þetta að öðrum stöðum ólöstuðum stærsti eða umfangsmesti járnvinnslustaður sem hefur rannsakað svona í heild sinni. Þetta ekki stærsti staðurinn á Íslandi en svo stærsti sem hefur verið fengið svona ítarlega rannsókn. Og svona til að staðsta skóga fyrir þá sem ekki þekkja til, þá bærinn Skógur í Fnjóskadal rétt norðan við miðjan dal, gegnt Ljósavatnsskarði sem nú svona aðal þjóðleiðin og hefur verið aldir austur á land. Og gamla leiðin yfir Vaðlaheiði, hún kom niður bara rétt við túnjaðarinn á Skógum og svo var ráðist í þessa rannsókn vegna fyrirhugaðrar gerð Vaðlaheiðarganga sem áttu reyndar að koma út bara á bæjarstæðinu á Skógum en var svo hnikað aðeins til eins og ég mun nú koma aðeins að hérna á eftir. Ég ætla að hlaupa hér örstutt yfir forsögu rannsókna á staðnum og helstu niðurstöðu þeirra en þær eru áhugaverðar í samhengi við járnvinnsluna á staðnum. Rannsókn á bæjarhólnum sýndi að þar voru smávægileg ummerki mannvist frá því fyrir 1104 en að því virtist ekki eiginlegur bær, að minnsta kosti var ekki ummerki það á síðasta bæjarstæðinu. Það kann þó að vera að hann hafi verið einhvers staðar annars staðar en það var búið að jafna ansi mikið þarna út með jarðýtu á 20. öld og skafa ofan af stórum hluta gamla heimatúnsins. En engu að síður var allavega ljóst að það var ekki kominn túngarður umhverfis heimatúnið á Skógum fyrir en eftir 1104. Og það, hvað gerist nú? Það fletta hérna aðeins niður. En það styður þá tilgátu að ekki hafi verið með eiginlegt býli að ræða á fyrra járnvinnsluskeiðinu á Skógum. Voru 2 járnvinnsluskeið, annað á 10. og 11. öld og hitt á 13. öld. En á þessu tímabili þarna á 10. og 11. öld þá ekki eiginlegur bær þarna en megnið af járnvinnslunni fer fram á því tímabili. En búið hefur verið að girða túnið af einhvern tíma fyrir 1300 og þá á sama skapi þykk mannvistarlög á bæjarstæðinu samtíða seinna járnvinnsluskeiðinu. Og greinilegt að það komið eiginlegt býli. En fyrir þessar rannsóknir þá var ekki vitað mikið sögu skóga og elstu rituðu heimildir jörðina eru frá miðri 15. öld. Hér mynd af því hvernig
afstaða vegskálans og gangnanna miðað við heimatúnið og bæjarhólinn. Upphaflega átti þetta, eins og ég sagði áðan, áttu göngin að koma út bara á bæjarhólnum og það var ekki rannsóknir þar og metið svo að það væri of umfangsmikið að fara í fulla rannsókn á honum, ákveðið að færa göngin til norðurs og fórna þar með þessum fjárhústóttum sem eru þarna, en ekki náttúrulega áður en að þær eru fyrst rannsakaðar. Og það voru teknir þarna prufuskurðir og borkjarnar og kom fljótlega í ljós að þar var eitthvað mikið í gangi. Það var gjallhaugur stór undir þessum útihúsum og nauðsynlegt að skoða það nánar. Eftir að gangnamönnum var breytt og var farið í forkunnun, já, þetta er það sem ég var að segja. En já, hér sjáum við yfirlitsmynd af heimatúninu á Skógum. Hér bæjarhóllinn. Hér eru þessi fjárhús sem áttu að fara undir göngin og reyndust eitthvað meira heldur en bara fjárhús. Hér á reynda líka útihús geitakofi upp í hliðinni sem voru ritaðar heimildir og hann var fullgrafinn líka, en ég ætla nú ekki að fara neitt að fjalla það. Og göngin koma sér svona og svo var annað svæði þarna ofan við járnsvæði sem var reyndar mjög áhugavert líka, en þar fundum við mikið af deiglum og deglubrotum og koparleifum og greinlegt að þar hafi verið bræddur kopar, en greining á þessum deglum var gerð og það voru ekki neinir góðmálmar í þeim, þannig að þetta hefur aðalega verið svona óæðri málmar. Það var eins og mjög sorglegt við þetta að það fékkst ekki beint aldur á þessi mannverki sem voru þar. Þarna var einmitt búið að skafa líka ofan af með jarðhitu á sínum tíma. En þessi staður mjög góð áminning fyrir mig sem að vinna í minjaverslunni og þá sem að þurfa að eiga við svona mál að það ekki alltaf allt sem sýnist þó að sjást ekki mikið endilega á yfirborði. Aðeins að sýna ykkur hérna hvernig þetta lítur út í dag. Þetta semst nýleg loftmynd af Skógum og þarna eru göngin komin. Þá sjáum við svona hvernig afstæðan þarna. Bara til að segja svona aðeins rauðablástur og rannsókn á rauðablastri á Íslandi. Mælum með að fólk kíkja á sýninguna, það farið yfir þetta allt saman. En bara svona rétt til að dreipa á því, þá eru þekktir 130 staðir víðs vegar land. Það sem að rauðablástur hefur greinilega farið fram, misumfangsmiklir. En það eru svona ákveðnir kjarnar sem eru svona að skera sig úr og það Fnjóskadalurinn, Þjórsárdalur og svo austur á Fljótsdalshéraði. Svo eru svona minni kjarnar í Dölunum og á Suðurlandinu en þetta eru svona þessi meginsvæði og menn hafa talsvert velt fyrir sér hvers eðlis þessi framleiðsla hefur verið. Eitthvað hefur verið járngerð til heimabrúks en svo eru þessi kjarnarsvæði sem vekja spurningar sölu og viðskipti með járn til nágrannabyggða og jafnvel hefur verið gert við útflutning á járni. En það nú bara einn maður sem hefur svona sett fram þá hugmynd, Arni Espelund sem gerði rannsóknir á rauðablástsminjum í Fnjóskadal. Hann mat það svo að það geta verið framleitt 500 tonn af járni í Fnjóskadal einum og taldi þess vegna líklegt að það geti hafa verið flutt út. En ég ætla nú svo sem ekki að fullyrða það. Til rauðablásturs þá þarf náttúrulega þessi grunnráefni, það eru kol og mýrrauði fyrst og fremst. Og ég ætla nú ekki að fara mjög náið yfir þetta. Þetta svona vantarlega árstíðabundin vinna, þar sem að kolum safnað á vorin og gert til kola, svo sagt. Mýrrauði náttúrulega ekki sóttur í frosna jörð, þannig að það lítur að vera gert allavega einhvern tímann yfir þann tíma ársins sem að það mögulegt. Hann kemur í ýmsu formi mýrrauðinn og maður getur séð oft í mýrurum að það svona eins og olíubrák á þeim. Það ágætis vísbending að það sé járn. En sko ákjósanlegustu skilyrðin eru hallandi mýrlendi og mýrrauði verður þannig til að það járnað vatnóxíð sem kemur grunnvatni. Flest fjöll á Íslandi eru basalt og það mjög járnríkt og grunnvatnið seitlar út í hlíðunum, út í þessi hallandi mýrar, kemst þar í tæri við súrefni og oxast og svona formgerist í kringum mýrargróður. Og á Skógum þá var mýrarrauða náman bara mjög líklega þetta drag sem þarna beint norðan við. Þar var lækur í gegn og mýrarrauði. Við tókum talsvert mikið af sýnum á uppgraftsvæðinu og hérna niðri í vinstra horninu sjáum við rauða sem var inn í þessum byggingum og stærstu rauðaklumparnir þarna, þeir eru sko hátt í, þetta nú nálægt 10 cm í þvermáli en algengast var svona 2-5 cm eitthvað svoleiðis.
Ofnarnir á þessum tíma eru svona tvær meginofgerðir, annars vegar holuofnar og hins vegar strompofnar. Holuofnarnir eru þannig að gjallið bara sest í botn ofnsins og fer ekkert út og þeir eru svo rofnir og járnið tekið upp úr þessum gjallpytti. Strompofnar eru byggðir hærra og gjallið sem sagt, því tappað af þeim ofnum til þess að gjallið stífla ekki loftflæðin í ofnana. Og við þessa aðferð þá myndast gjall sem hefur ákveðin svona séreinkenni, það svona kalamynstur á efri hliðinni eftir að það rennur út úr ofnunum. Og nær allt gjall sem fundist hefur á Íslandi hefur borið þess merki að hafa komið úr svona ofni. Þannig að það virðist nú vera að þetta hefur verið svona megingerðin. Í Evrópu og Norðurlöndunum þar sem góður leir, þar eru ofnar gjarnan gerðir algjörlega úr leir, en annars staðar þar sem minna það, þá jafnvel látið duga að smyrja grjóthlaðin eða grót- og torfhlaðin ofna innan með leir. Og ferlið þannig að þessi ofn hitaður nokkru klukkstundum eða jafnvel degi áður en að farið í rauðablásturinn og til þess að þétta ofninn, og það blásið að bara með físbelgjum það var gert. En áskoranir sem að menn hafa velt fyrir sér hvernig hafi gengið fyrir sig hér á Íslandi og þar til að rannsóknin fór fram á skógum var óvíst hvort að menn hefðu geta notað íslenska leirinn til þess að þétta ofnana. Af því að íslensku leir að mestu leyti með það lágt bræðslumark að hann bara bráðnar og lekur niður í gjallið og ofninn verður ekki þéttur. Og þetta hefur verið svona, menn hafa velt mikið vöngum yfir því hvort að þetta hvernig menn hafi leyst þessi vandamál á Íslandi. En á skógum vorum við með greinileg ummerki það að það var mikið af brenndum leir og þeir hafa verið að nota leirðar. En við höfum ekki efnagreint hann til sátt og gráði hvort að hann uppfyllir þessi skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að þola nógu mikinn hita. Ég kem aðeins betra að þessu síðar og þeir gerðu rannsóknir William Short og félagar hjá Hörstvik í járngerðarhátíð á Eiríksstöðum í Dölum 2019 og töldu sig hafa fundið allavega eina mögulega lausn á þessu vandamáli. Rauðablásturinn sjálfur fer þannig fram að ofninn fylltur á kolum og svo það brent niður, svo bara mokað rauð á kolum sitt á hvað í svona ákveðnum takti í ofninn og hitastiginu stýrt með físbelgjum og þetta þarf að ná að minnsta kosti 11 til 1300 gráðu hita og þá bráðna steintegundurnar sem eru með rauðanum og óhreinindin og leka til botns eða gufa upp og til verður þetta gjall. Járnið sígur saman í miðju ofnsins eða neðan við innblásturrörið og þéttist þar og eins og ég sagði áðan þá þarf yfirleitt að losa aðeins af ofnunum gjallið til þess að þeir bara stíflist ekki loftblásturinn inn í þá og lokum að fjarlægja gjallið úr. Hér eru sýni frá skógum sem sýna einmitt þetta einkennandi mynstur á gjalli úr þessum strompofnum sem sjáum hérna niðri í vinstra horninu til dæmis. Það svona eins og hraun eða kalamynstur ofan á gjallinu. En svo inn á milli þetta sjáum við að mjög járnríkt gjall eða mögulega blástursjárnsleifar í þessari sína hrúgu þarna. Og fyrsta stig vinslunar eða afurðin beint úr ofninum þetta sem við kallum blástursjárn sem bara járnkökkur sem fullur óhreinindum á gjalli og þarf að vinna nánar og það sem gert að það járninu hnoðað saman og það flett út og brotið saman hvað þetta náttúrulega jafnæði í efnainnihaldið og fá þokkalega notaðan grip og svo vitað til að menn gerðu það að þeir bjuggu til það sem kallaði teintjárn sem var bara járnteitt sem flattur var í annan endan til þess að hægt væri að meta gæði járnsins, hvort það var að springa eða hvort það var mikið að gjalli inn í því og þannig slíkt. Og það var svona algeng söluvara virðist vera hérna á Íslandi. Við fundum ekki teintjárn á skógum en við fundum bæði blástursjárn og feltjárn og við vitum allavega ekki annað en að þetta sé járn sem hafi verið framleitt á skógum en við höfum ekki farið í og það hafi ekki verið gerðar nánari greiningar á því. Við kemum aðeins betra síðar. Hér sjáum við yfirlitsmynd sem tekin var að krana af upprættsvæðinu. Þetta fyrir tíma dróna. Við stóðum hann upp í háum krana og náðum þessari mynd. En svona til þess að áttuð ykkur á stærðinu og umfanginu á þessu, þá hérna meterskali hérna fyrir miðri mynd vinstra megin og skurðurinn sem liggur hérna í gegn, hann er svona tæplega meters breiður og ég held að hann hafi verið 13 metra langur. Og svo sjáum við þarna númerin sem þarna myndinni. Þetta eru sem sagt byggingar sem tengjast járnvinnslunni og A5 þarna yngsta
yngsta rauðasmiðjan, og svo A7 og A6 og 8 eru samtíða byggingar að því virtist. A6 var mikið röskuð af þessum fjárhúsum sem voru að núna og það var að hluta til aftur líka við A5, yngri rauðasmiðjuna. En það fekk samt alveg ótrúlega heilleg mynd á sérstaklega þessa gömlu smiðju og reyndar þær báðar. Og svo var þarna A8 og það virtist að vera kólageymsla, var fullt af kólum, en verið að segja með A6. Og ég ætla að byrja semst á því að segja ykkur frá yngri smiðjunni. Hún var sem sagt 23 fermetrar innamáli, 3,5 x 6,5 og veggir hennar voru reyndar mjög illa farnir af því að fjárhúsin höfðu verið grafið niður á hana, en við gátum samt séð að það höfðu verið veggir og það voru stoðarholur með frá hliðum og einföld stoðarröð í miðju sem gefur vísbendingu að þetta hefur verið bygging undir þaki. Og þegar ég lýsti þessu fyrir öðrum sem að hafa stundar rannsóknir á járnvinnslu, þá var svona ýmist hvernig menn tóku í það að menn hefðu efsundur að það væri nú heppilegt að vera með járnvinnslu undir þaki. Það verður þetta til ýmsar óæskilegar gastegundir og óloft sem er ekki gott að anda að sér í mjög lokuðu rými allavega. En við vitum alltaf ekki nákvæmlega hvernig gengi var frá eða hversu vel geta hafa loftað þarna En það eru fleiri dæmi rauða smiðjur, raunveruleg hús þar sem rauða blástur hefur farið fram í Evrópu. En þetta eina dæmið, svo ég viti til á Íslandi, þar sem að hefur verið raunveruleg bygging utan ofnana. Svona alveg greinilega. Þarna voru það er búin að taka út svona helstu einkennin. Þetta var náttúrulega svolítið kraðak, það var mikið af ofnaleifum hann inni, en það voru helst þessi tveir, þetta ofnapar sem hérna fyrir miðju húsi. Og ég ætla að sýna ykkur það eins og eftir. Hérna sjáum við bara mynd af þessu, hvernig þetta leit út þegar verið að grafa þetta. Þannig ekki búið að grafa algjörlega upp úr ofnunum, en þeir eru hérna til hverjar handar fyrir miðju húsi. Og svo var eins og geymsla fyrir rauða og kol í norðurhluta hússins. En líka reyndar einhver ofleifar. Þetta var svolítið kraðak hérna á görnum. En annar ofnin, þetta sem sagt vestari ofnin, hann var með sama lagi og báðir ofnarnir í eldri rauðasmiðjunni. Og þeir voru allir í raun og veru eins og byggðir eftir sama móti. Það var sem sagt það sem við sjáum hann í miðjunni, hólan í miðjunni, þarna er búið að grafa algjörlega upp úr þessu. Þetta var sem sagt í raun og veru sjálfur ofnin. Botninn var með sentimeters þykku lagi af þjöppuðu sindri bara. Og svo voru svona veggjarleifar í kring og affalls þró hægra megin, þarna sem skalinn og þar var mesti úrgangurinn úr ofninum sjálfum. En svo var við hlið allra þessara ofna svona lítil hóla eins og við sjáum hann allir vinstri, 30 cm í þvermál og viðlíka djúp ofninum, sem að við höfum ekki séð hliðstæðu til annars staðar en hefur greinilega þjóðnað einhverjum ákveðnum tilgangi, því þetta er svona við alla þrjá ofnana, eiginlega bara nákvæmlega sama formið. Og þetta, eins og ég segi, höfum við ekki séð annars staðar. Ég hef ekki rekist á þetta í gögnum annars staðar frá. En það er þó rétt að taka fram að oft eru þessar ofleifar mjög illa farnar, hvort sem það er í rannsóknum á Íslandi eða erlendis. Hér sjáum við frá öðru sjónarhorni til hægri er þessi ofn og þessi undarlega hola. Og efst upp í hægra horninu þá sjáum við að það er svona flatur steinn og nærmynd á honum hérna í vinstra horninu. Þetta er steinn sem bara þess greinilega merki að þarna hefur verið flúð járn, sennilega tekið úr ofninum og hnoðað saman á þessu steini. Því að hann var eins og með svona þunnri filmu, svona járn og gjallfilmu yfir sér. Þetta var reyndar mikið óvissu fyrirbæri í suður enda hússins. Sýna ykkur hérna myndina aftur. Það er þetta hringla fyrirbæri sem er þarna syðst og við svona setjum spurningamerki við hvort að þetta geti hafa verið einhvers konar þurrkofn eða aðstæða til þurrkunar á rauða. Þarna voru lög af mýrrauða og kolum í bara endalaus uppsöfnun laga í einni hrúgu. Og mögulega hefur þetta verið efniviður sem hefur átt að nýta í bræðslu. Þetta er sem sagt síðasta skeið járnvinnslunar á svæðinu. Að mögulega er þetta efniviður sem búið hefur verið að safna til þess að fara svo í áframhaldandi vinnslu en hefur svo aldrei verið nýttur og orðið bara eftir. Það er svona okkar besta ágiskun. En
á móti hinum ofninum, þetta er sérst ofnaparið í yngstu rauðsmiðjunni, var mjög sérkennilegur ofn. Þetta var greinilega ofn, en hann skar sig frá hinum að því leyti að hann er bara hola. Hann er aðeins sko, minni sig, hann hafi verið 30 eða 35 cm í þvermál og hann er heldur dýpri og minni sig og ekki með affallsþró og ekki með þessu hólu til hliðar. En hann líkist mjög lýsingum á fundinum á Belgsá og það var einmitt búið að valda fólki heilabrotum hvernig sá ofn hafi verið og hvort að það gæti mögulega hafi verið þá holuofn, það sem var ekki tappað af. En ég er nú búinn að vera að skoða þetta aðeins betur og þetta er ekki óþekkt í Evrópu, einmitt svona ofnapör, þar sem er mjög sambærilegur svona lítill ofn á móti rauðblásturofni og hann var nýttur til þess að endurvinna að taka blástursjárnið eins og það kemur úr uppalofninum og það er þarna sett í kolabað og hitaði upp aftur og þar með er hægt að hífa upp kolmsinnihaldi í því og raunverulega búa til stál. Þannig að ég ætla ekki að fullyrða að það hafi verið búið til stál á Skógum en ég er nokkuð viss um að menn hafa allan að vera að reyna það. Hérna er nú ágætis myndband af hvernig þetta ferli er. Ég mælum með að fólk kíkja á þetta á YouTube. Þetta eru félagar okkar í Hörstvik, William Short og Emiliano Corvillo. Þeir hafa verið þannig margir hérna sem að kannast við þá og þeir hafa tekið þátt í rannsóknum hérna á Íslandi og tilraunum í tilraunafornleifafræði í sambandi við járngerð. Og þetta er eiginlega alveg ótrúlega einfalt ferli og miklu einfaldara heldur en að menn hafi verið einmitt sér að búa til stál úr myrröðum eða úr blástursjárninu. Það er bara nóg að búa til svona lítinn sívalning og fylla hann af kolum og hita það nógu vel þannig að það komi upp að suðu og svo er bara svona sama svipað fyrirkomulag og í rauðblásturofninum. Þú bætir bara brotum af blástursjárninu út í þetta með reglulegu millibili. Þetta sígur til botns og þetta er í mjög aflókuðu súrefnissnauðu en mjög kolefnaríku umhverfi og það er nóg til þess að hífa kolefnisinnihaldið upp þetta 1% sem þarf til þess að búa til stál. Og þetta samkvæmt þeirra tilraunum og Emiliano er búinn að vera að gera margs konar tilraunir með þessu og þetta heppnast alltaf, alveg sama hvað hann stendur illa að því. Hann segir að það sé alveg bara mjög erfitt að klúra þessu. Það sem er hins vegar erfitt er að vinna svo áfram úr stálinu og fá það til að halda saman að því að það sem kemur út úr þessu er mjög brothættur kökkur og það er þá reynir á hæfni smiðsins að gera það að nothæfu verkfæri. En þá ætla ég að segja ykkur frá eldri rauðsmiðjunni sem er sömuleiðis mjög áhugaverð. Hún er að því leytinu lík henni fyrir að það eru ofnapör til sinn hvorrar handar. Alveg eins og í hinu þá voru reyndar líka fleiri ofnaleifar sem voru ekki eins glöggar en ég ætla bara að einbeita mér að þessum sem eru svona skýrastar. Og það sem vekur athygli og hefur vakið athygli út fyrir landsteinana er þessi vatnsþró sem virðist að vera leidd í gegnum húsið. Og ég ætla að fjalla þess nánar hana, hún var nefnilega mjög athyglisverð. Ég túlkaði þetta upphaflega sem inngang inn í húsið, að þarna hefði troðist niður rauða og kólalög þegar verið var að bera, því við gátum séð það á gjalllögnum og þar hefði blástursjárnið verið barið saman, mikið af svona litlum perlum sem að skjótast út úr blástursjárninu þegar verið er að svona fínvinna það eftir rauðblástursofnin. Og ég held að þetta væri bara svona leifar því að menn hefði verið að bera það út og þetta er svona smá bara þjappast niður. En svo er ég búinn að vera í sambandi við sérstaklega pólskan fornleifafræðing, doktor Adrian Wrona, sem er mjög vel að sér í þessum málum og hann vildi meina, og ég held að það sé nokkuð líklegt, að þetta væri til þess að hreinsa rauðan, að vatna yfir leitt hann í gegn, til þess að hreinsa rauðan á forstigum. Og þetta er þekkt í heimildum, reyndar svolítið seinna, frá 13. öld og 14. og eru einhver dæmi að þetta hefur verið gert og er fundist í fornleifauppgröftum þar. En þetta var mjög greinilega stór hluti af virkni staðarins eða þetta var ekki eitthvað tilfallandi tilraun. Við gátum séð að þessari vatnsþróa hefði verið haldið við og það voru minnst 3 byggingastig í henni. Það var vatnsstokkur síðustu 2 skiptin en elsti fasinn þá var þetta grjóthlaðinn stokkur til þess að leiða vatn í gegn.
og auðvitað vatn til margra hluta nytsamlegt í smíði en maður þarf náttúrulega að kæla áhöld og járn þegar verið að vinna það en það ýmislegt sem bendir til að þetta hafi haft einhverju frekar tilgangi þjóna en það væri líka stutt að stökkva í lækinn sem 10 metrur frá og ná í fötu á vatni ef mann þyrfti bara að kæla áhöld en þetta eins og þetta hafi haft einhvern meiri tilgang og ég held að þessi hugmyndum að hreinsun og rauða og jafnvel endurnýting á efni sé mjög líkleg. Það verið tekið þá ruslið úr fyrri bræðslum og sett í þennan stokk og það sem gerist þá að kolin fljóta ofan á og það hægt að hirða þau, gjallið og járnið sekkull botns og það hægt að tína það upp úr á endurvinna. En svo þessi skólun á rauðanum líka greinilega eitthvað sem að menn hafa verið að aðhafast eða gera. Það eru fleiri myndir af þessum stokk, þetta timburstokkur og svo sjáum við hérna steinhellurnar hérna niðri, það voru leifar af því að í neðstu lögunum og þar hefði steinum verið raðið upp til þess að leiða vatn þarna í gegn. Smiðjan sjálf var alveg furðulega heilleg. Við náttúrulega vorum ekkert rosalega bjartsýn þegar við fórum að skoða þessi fjárhús sem hefðu bæði verið grafin niður að það væri eitthvað mikið þarna eftir en við fengum alveg ótrúlega góða mynd af þessum smiðjum og þetta eldri smiðjan og þarna ofn sem sagt þarna fyrir miðju neðarlega á myndinni og það voru einhverju hugsanlega físibelgsleigar við hliðina á honum og greinilegt rauði hefði verið geymdur hérna í suðausturhorninu hérna til vinstri og að það hefði verið steðjið þetta við hlið ofnsins að þarna var sindurlag sem sjáum hérna það var sko 20 cm þykkt bara uppsafnað lag af bara sindri sem þá járnflugur sem verða til hrökkva af þegar verið að smíða járnið á stæði. Þannig að þetta svo yfirleitt þegar fólk að skoða svona staði, smiður eða járnstæði þá svona tiltölulega litla leifar og mönnum stundum að leita jafnvel með segulstáli að einhverjum vísbendingum svona leifar en þarna var þetta hreinlega bara allt í bunkum, það var 20 cm þykkt sindurlag. Og hér sem sagt ofninn að austanverðu, verið að grafa hann og það ofninn sem sami ofn og þarna með skalanum í og svo var annar eins á mótunum að vestan en hann hafði ekki verið í notkun algjörlega á sama tíma öllu leyti en báðir þessar ofnar báru þess merki að þeir hefðu verið endurbyggðir oftar en einu sinni eða nýr ofn settur á sama stað. Það eru svona litlar pinnahólur í botninum eins og við sjáum þarna sem að gætu að hafa verið notaðar þegar verið var að byggja ofnin, stungið niður einhverjum sprekum og hlaðið utan af því, við veitum það svo mikið nákvæmlega, en það var greinilega endurtekin uppbygging á þessum ofnum. Og þarna sjáum við aftur þessar litlu hólur við hlið ofnana og það spegla hver aðra. Og eins og ég segi, þá þetta ennþá svolítið ráðgáta. Ein hugmynd var, en ég hef ekki mikinn fót fyrir henni, það var hugmyndu það að verið notaði mjög einfaldir físibelgir, ekki raunveruleg svona hefðbundin físibelgur sem á trégrind, heldur bara í raun og veru skinnpoki og hann maður verið stungið ofan í hóluna og svo bara pressa niður og dreifið blott. Það eru þekktir, slíkir físibelgir eru þekktir sko bara miklu eldri í Evrópu, Hollandi og Danmörku og víðar. En þeir voru heldur ekki grafnir ofan í hólur, þannig að þetta svolítið óvanlegt og hefur ekki fengist fullkomin skýring á því ennþá. Og hér sjáum við, þetta hér búið að hreinsa algjör upp úr þessu, en þetta rétt árum það var gert, þá voru í þessum 3 ofnum svona þjöppuð lög af sindri í botni ofnsins og það var svona, við höfum svona velt því fyrir okkur hvort að það hefði verið bara svona til að einangra ofnin betur frá jarðveginum að þetta hitastig skiptir öllu máli þegar verið í þessari vinnslu og að þetta við hjálpa til við að einangra botnin og jafnvel auðvelda úrtöku járnsins eftir bræðslu, það hefði ekki verið að koma með jarðvegur, það hefði allan verið að koma eitthvað járnríkt með því. Á milli þessara ofna var þessi sérkennilegi pyttur og í honum var eldstæði. Þetta hefur mögulega verið til þess að lækka vinnuhæðina við ofnana en það hefur líka fylgst af rusli og spurning hvort að þetta hefur verið einhvers konar affallega tengst eitthvað þessu hringlaga fyrirbæri í seinni kofanum. Sjáum þarna það eins og renna niður í þetta en
það geti hafa verið eitthvað tilfallandi, svona, vitum það nú ekki alveg. Og í eldri smiðinu var eins og í hinni, það var steinn líka það sem var með greinilega ummerkjum að járn hafi verið hnoðað á honum eða barið. Við sjáum hann hérna efst til vinstri. Það er svona alveg augljósar járn og gjallleifar á þessum steinum. Við fundum líka mikið af brenndum leir og svolítið af svona sandsteinsbrotum sem voru með ábrenndu gjalli, bæði sem sagt, móhellu sandstein og svo rauðum sandsteini. Og við vorum ekki búin á 8 gráðu þegar við vorum að grafa þetta, þegar ég fór að skoða þennan stein betur í eftirárvinnslunni, þá kom í ljós að hann var með gati. Að þetta er sem sagt, mjög líklega blástur steinn þar sem rörið hefur komið inn í ofnin og blásið að rauðablásturofninum. Og móhellan hefur líklega verið notuð í svipum tilgangi. Það er stutt niður á hana þarna og við gátum séð að það var mikið af svona brotum, móhellubrotum með gjalli víðsvegar í gjallögnum. Og þetta er sem sagt mynd frá tilraun sem var gerð á Eiríksstöðum í Dölum 2019, þar sem var notuð fyrirmyndin frá skógum að einhverju leyti og reyndi að finna út í hvernig mætti gera járn með þessar aðferð og hvað myndi virka og hvað ekki. Og þarna var þetta spursmál með leirinn, hvort að hann geti sé hægt að gera þannig að hann bráðni ekki við þetta hitastig sem myndast í ofninum. Og það sem að þeir pröfuðu var að nota sem sagt, að brenna hrossatað sem er mjög kísilríkt og með því að blanda því saman við leirinn, íslenskan leir, þá náðu þeir að búa til leir sem að þolir hærra hitastig. Tilraunin með þennan ofn, hún gekk að mörgu leyti vel en ekki óaðfinnanlega, af því að það varð ekki mikið jafn til úr þessari brennslu og það er spurning sko að kísill í rauða og náttúrulega ef hann er komin í leirinn og kemur það inn í ofnin hefur ekki, ef hann er í of miklu mæli þá gera hann að verkum að járnið binst við gjallið og það verður ekkert járn afgangs. En það kom svolítið járn, en þetta er eitthvað sem að menn þurfa svona að halda áfram að finna betur út úr hvernig menn fóru að því að leysa þetta vandamál. Já, þarna sjáum við hvernig þetta gengur fyrir sig. Það er blásið af sem er gríðarlega erfið vinna að halda stöðuðum blæstri og svo er kolasalla og rauða salla sturtað þarna ofan í með reglulegu millibili og svona gengur þetta í nokkra klukkutíma. Og eftir því sem að fellur í strompnum þá er bætt á. En eins og við sjáum þarna þá er svolítill reykur að koma út ofnin og hann var ekki kannski alveg nógu þéttur. En þetta getur líka verið spurning mismunandi torf og leir og allt það. Svo er hérna myndaði það sem verið að tappa af þessum ofni og þá sjáum við hvernig það myndar svona hrauntaumar í raun og veru út úr ofninum sem að búa til þetta kalamynstraða gjall. Og hér erum við komin aftur á skóga og þetta er mynd af gjallhögnum og þarna sjáum við það voru nokkrar svona mjög stórar óbrotnar gjallkökur. Þær voru alveg 20-30 cm í þvermál. Og bæði þykkar og þungar en megnið eða uppistaðan af gjallinu í haugnum var nú ekki svona veglegt. En haugurinn var sett sporskjúlega og 15 cm á kant og rúmlega 130 fermetrar og við það var pínu erfitt áætla rúmmálega á honum, þetta í halla en það var útreiknað að þetta væri einhvers staðar milli 60 og 70 rúmmetrar af gjalli. En við sem sagt bæði grófið skurði í gegn og svo enduðum við með því að sigta 1/3 af gjallögnum öllum og tókum þessu utan svona afmarkaðan prufuskurð þar sem við tókum sigtuðum allt með fínna sigtu og fleytum jafnvel og gerðum miklar athuganir á sig til þess að reyna átta gráð hvert hlutfall gjalls væri í haugnum í þeirri von að mögulega væri hægt að nýta það til þess að áætla framleiðslumagn á staðnum og það var á bilinu 12-13% gjall í haugnum af þessum 60-70 rúmmetrum. En svo þegar kemur að því að fara að reikna út framleiðslumagnið þá er maður mjög fljótt komin á mjög hálan ís nema maður hafi við að styðjast rannsóknir á nákvæmlega þeim efniviði sem maður er með í höndunum því að það virðist vera mikill breytileiki í því hvað menn er áætla fræðimenn að gera megi ráð fyrir sem sagt í hlutföllum af gjalli á móti járni og
það allt frá því að vera sem sagt 1 á móti 0,3 yfir í það að vera sko á hinn veginn 1 á móti 1,5. Þannig að það mjög erfitt ef maður hefur ekki nákvæmar greiningar á þessum tiltekna efni við að áætla raunverulegt framleiðslumagn hana. Þannig að ég eiginlega búinn að gefa það pínlítið upp á bátinn í bili. Nú rétt að nálgast endinn að þið fara að komast í mat. Rannsókn á skógum hefur gefið betri innsýn í skipulag og aðferðir við framleiðsluna og meðal annars húsakost sem var ekki þekktur áður. Ofngerðir, þetta svona einhver best varðveitt ofnleifar sem hafa fundist og hafa reyndar bæst við það líka. Og svo þessi einkennandi notkun vatns í eldri rauðarsmiðjunni sem var ekki þekkt hér á landi áður en þekkist annars staðar. Og menn voru hér áður fyrr óvissir hvort að rauðinn hefði verið ristaður. Það svona almennt álitið að það hefði verið gert út í Evrópu, en við töldum okkur vera með ágætis vísbendingar að það hefði verið tilfellið á skógum. Rauði áður en hann ristaður, hann ekki segulmagnaður, en hann búið að rista hann, þá getur sett segulstál á hann og þá festaði hann við það. Og það var talsvert af slíkum rauða þarna. Sáum að notkun sandsteins í gerð blástursteina og í ofnunum og svo þessar mögulegu vísbendingar tilraun til stálgerðar, hvernig sem að það hefur tiltekist, að þá nokkuð sem að menn hafa verið að reyna það og þetta bara alveg að fyrirmynd þess sem að þekkist annars staðar og ekki neitt úr vegi áætla menn hafi hugsað svipað hér á landi. Og svo það óyggjandi notkun leirs í ofnunum. Það var mjög mikið af brenndur leir þarna, en það sem að mann klæðir puttana að gera í framhaldinu náttúrulega að fá greiningar á þessu öll saman og hvað efni í leirnum og hvaðan fenginn og hvernig þeir hafi leyst þessi tæknilegu vandamál og eins að láta efnagreina mýrarauðan og gjallið til þess að fá svona betri möguleika á því að gera einhverja tilgátu framleiðslumagnið. Og þeir járngripir sem fundust á skógum gætu líka nýst til samanburðarrannsókna á öðrum járngripum og þá möguleikum á því hvers eðlis framleiðslan hefur verið, hver gæðin hafi verið og hvort að við eigum jafnvel einhverja gripi sem geta verið framleiddir kannski ekki á skógum en í Fnjóskadal. Þannig að það úr ýmsa móða fyrir áhugasama fræðimenn sem að vilja taka næstu skref. En svona rétt í lokin það eru ýmsar spurningar náttúrulega sem að vakna í tengslu við þetta. Það náttúrulega eðli framleiðslunnar og fyrir hvern. Og það vekur athygli líka, eins og ég nefndi þessi 3 megin járnsvæði á landinu. Þetta allt svæði sem eru ennþá skógi vaxin og skóga þraut ekki á neinu þeirra fullkomlega, ekki fyrir á seinni öldum, það var helst á 18. öld í Fnjóskadalnum. Ber vott einhvers konar skipulag, þessi þéttu kjarnar. Þetta ekki heimaframleiðsla á 19 bæjum í Fnjóskadal, ég var erfitt með að trúa því í þessu magni. Og ég reikna með að það hefði allan verið einhver svona verslun með innanlands, en ég ætla nú eiginlega ekki að ganga svo langt að halda fram að það geta verið við útlönd, þó að það hefði verið nefnt, en ég hafa það þarna með. En þá þessu bara lokið hjá mér í bili, en þið með endilega spyrja eða hafa einhverjar spurningar. Takk hérlega fyrir þetta, Guðmundur, fyrir að var áhugaverðan fyrirlestur og það eru spurningur úr sal og gjörðu svo vel. Já, bara einu öfni. Já. Þú kallar blásturstein, það aflstein? Já, í raun og veru, já, til að blása að sjálfum Já, en hann virðist hafa verið í rauðablástursofni ímyndaði mér frekar inn í smiðjuafli. Já. Voru fleiri slíku steinum? Sko, það var þessi eini sem var alveg greinilegur, en svo vorum við með sandstein sem var mjög líklegur, en við vorum ekki með heilt gat sem við gátum alveg fullyrt, sko. Þessi öryggi, úr hverju var hann? Hann var úr svona rauðum sandsteini. Rauðum sandstein? Já. Eru fleiri spurningar? Ég ætla að fá að spyrja það. Já. Ég var alltaf fyrir mér varandi yngra mannvirkið. Já. Við vorum að tala að það var hugsanlega eitthvað svona þakbúnað sem hugsanlega fundist þarna. Já. Kíktuðu eitthvað í veggina og voru einhverjar loftarásir eða eitthvað? Ég bara pæli hvernig það hefur hugsanlega verið kontrollerað og flæðið af loft. Það einmitt mjög góð pæling, sko. Nei, veggirnir á yngri rauðsmiðjunni voru mjög illa farnir af því að fjárhúsinu hefur gafið nóna,
En í raun og voru sko ummerkin þak mun greinlegri, ég glemdi bara að nefna það, af eldrismiðinni. Þar voru, það var tvöföld stóðaröð í miðju húsi þar og stóður út á veggi og veggir þess hús voru líka mjög veglegir, bara eins og maður myndi sjá í hvaða húsi sem frá þessu tíma. Þannig að það hefur alveg greinilega verið þak á því, en hversu vel það hefur verið lokað, hvernig því hefur verið stýrt þannig að menn myndu ekki drepa sig í einhverjum eitugguðum þarna, veit ég ekki. En það var alveg greinilega sko þakbúnaðar á báðum húsum og maður sá heldur ekki í gólflögum að það væri sko, maður reiknar nú með að þetta hefur verið svona árstíðabundin vinnsla sem að fara þarna fram, en það var ekki mikið af svona áflogslögum eða einhver slíku eins og væri kannski frekar að sjá á opnu svæði eða opnu tóft. Ég var að spyrja aðeins með Já. Aldursgreiningin á steinum, þessum tveimur. Já, hún hefur ekki verið gert. En þeir voru, ég þarf nú aðeins að fletta því upp í hvaða samhengi steinninn var. Mér minnir að hann hafi verið, þessi rauði sandsteinn, mér minnir að hann hafi verið sko ekki í mjög góðu samhengi út á, utan með húsið. En ég þarf kannski bara aðeins að fletta því upp. Eldri en yngri þarna? Já, ég þori nú bara ekki að segja það eins og sko, en ég geti nú fletti upp, kannað betur. Aðeins með fjölda af atvinnustöðum. Já. Að því að við í vinnslu sko þessara sýningar uppi, þá fór ég aðeins og athuga þessar heimildir sem til eru. Já. Og sko það er, þetta er dálítið, þetta er dálítið mikið vesen sko, því að þetta frá Margréti Hermanns á sínum tíma, hvernig grein í 92 eða eitthvað svona. Að það er kannski ekkert almennilega greint á milli sko smíðastaða og bræðslustaða. Já. Og ég held að það væri mjög svona góð pæling og merkileg rannsókn að fara yfir allt gjallið sem í safninu til dæmis og athuga betur þessa staði. Þegar ég held að sumir af þessu stöðum, og það var hvort það var ekki að mastersritgerð í háskólanum eða B.A.-ritgerð þessa jafnbrytnisstaði og sumir hafi líklega verið frekar smíðastaðir heldur beinleins jafnbræðslustaðir. Já, þannig að þetta getur verið svona aðeins minna heldur en að kemur fram á þessu kortið þeirra. Eða öðruvísi. Já. Svo er ég búinn að sjá alveg fullt af gjalli sem er alveg klárlega þetta rendagjall sem að þýðir bara eitt sko. Já. Þannig að þetta er bara svona smá svona fróðlegskort til líka. Já, svo eru holuofnar. Þeir þekkjast í Evrópu og eru svona aðeins eldri típa, en hinir hafa svo tekið við meira minna á Norðurlöndunum og Norður-Atlantshafssvæðinu. Og gastu greint á það þess að gera? Nei, við vorum bara með seinni típuna sko. En það voru búnir að vera vangaveltur hvort að ofnin á Belgsá hafi mögulega verið að þessi típu, en hann líkist mjög því sem að ég er að túlka núna sem sko svona eftirvinnslu ofn til stálgerðar sko. En það verður auðvitað fyrir var á þessu, þetta er alltaf erfitt þegar maður er að vinna bara með svona brota, maður er að reyna að púsla þessu saman og fá einhverja skynsamlega mynd á það. En þú nefnir þá getur séð muninn á því á gjalds? Já, holuofnin gjallið situr bara eftir í botni ofnsins og verða gríðarstórir hlemmar og þykkir, en í strompofnunum þar sem er aftöpun á gjallinu, þar verður þetta kala mynstra yfirborð, en að vísu líka náttúrulega fjölbreyttari gjallmólar inn í ofnunum, eitthvað verður eftir í ofnunum, en þetta er svona alveg óyggjandi einkenni þess að það hefur verið tappað af. Og eftir því sem skilst þá hefur þetta verið allsstaðar sem að hafa fundist alveg óyggjandi rauðablótsstaðir, þá hefur fundist eitthvað að gjalli með þessu leið sko. Já, ef það er fleiri spurningar þá bara þakka ég Guðmundi kærlega fyrir fyrirlesturinn og við komum fylgjast vel bara með, ég ætla að vona að fólk heyri minn sem er heima. Ég stend svo langt frá að fylgjast vel með næsta hádegisfyrirlestri sem að verður í hádeginu og á einhverjum þriðjudeginum og það verður ánefa mjög áhugaverður fyrirlestur. Ég er ekki með dagskrárnar en við getum náttúrulega ekki alltaf fengið að Guðmund sko. En allan kannski einu sem tala. Já, en takk hérlega fyrir. Takk fyrir mig.